Ice Cold hoodies out now. Like OG, subscribe, and join Bajula Gang. Komið sæl og verið velkomin í Ice Cold podcasti. Til að byrja með langar að þakka ykkur fyrir frábæra viðtökur í hinum podcastinu. Já, og við ætlum líka að þakka kæla sponsorunum okkar. Ice Cold hættupeysunar. Ice Cold hættupeysunar. Já. Og Ice Cold YouTube síðan Fortnite Livestream líka sponsorar. Það ég held að sé frekar stutt í það að við hættum að selja þessar hættupeysur. Já, það rétt sér. Þannig að ef þú ert að hlusta á þetta en ekki horfa á þetta. Getum við búið til svona afsláttakóða fyrir hlustendur. Þið sem eru að hlusta, hvað er þetta? 10% afslátt. Við segjum einhvers staðar í podcastinu hvað afsláttakóðan er. Þú er bara að hlusta. Já. Þetta er gott sko. En áður en við byrjum, þá langar mig að gefa þér þessi verðlaun. Ég ætla að gera það síðast. Þetta eru verðlaun fyrir bara að vera þú út frábær. Þú hefur gert frábær hluti og þú skilur verðlaun. Þú ert búin að gefa mér svona? Nei, ekki. Þú gafst mér svona áður? Ekki beinni útsendingi. Er það sama og gafst mér fyrir svona ári síðan eða eitthvað? Nei. Í afmælisgjöf eða eitthvað? Nei. Hann gaf mér Óskarsdóttur svona í afmælisgjöf. Já. Herru, við erum frekar down og að segja okkur það. Að segja okkur? Að því að ég var að segja og ég segja okkur. Við ætlum að cue introið. Já, djók. Já, mér langar að tala með hann bolla. Ég gaf hann bolla. Já, þetta er ótrúlega bolli. Við vorum að Akureyri helgina. Já, og við vorum að trilla sjálfan. Eða þú varst að trilla sjálfan með Svima og Sýra Bjössa. Já, ég var að DJ á sjálfanum á reifballi og við komum heim í gærkvöldi, þannig að við erum svona smá þreyttir sko. Já, þetta var löngkeisla. Já, þetta var löngkeisla. Já, Gunnar var alltaf eitthvað aftur í að sofandi, slefandi yfir. Já, what the hell. Tjekkjaði í næsta vloggi sem kemur á laugardaginn. Já, þá sjáum við Gunnar slefa sjálf á sig. Gunnar slefaði svo mikið, hann bara... Hvað gerist helgina? Ég er svo alveg blank sko. Herru, við keyrðum til Akureyrar. Já. Og við stoppum og fullt af fallegum náttúru. Það er síðan bara verið ykkur blackout alltaf tíman. Hvað gerist helgina? Stoppum með fallegum náttúruundrum á leiðinni. Stoppum til svo Blönduósi og svo pissu og skilti hana. Þú ert bara að tala um það sem gerist, bara síðast sem gerist í ferðinni sko. Já. Við fórum að sjálfan, hvað voru að meira? Nei, byttu. Við fórum... Við tókum upp samt alveg fullt frá sjálfanum. Já, fórum okkur að sjoppu, fórum að borða þar líka. Já, fyrst það bara geðt merkilegt. Heldur að fólk sé bara... Herru, jú, ég og Gunnar á föstudagskvöldinu, þegar við vorum nýkomnir í bæinn, fórum við á Pósthúsbarinn. Já. Og þar var einhver stelpa sem var svona frekar í glasi. Hún lítur með Gunnar og segir, þeir eru Fortnite gæðanir. Og ætlar að setja okkur í story og tekur mynd af okkur. Hvað heitið þið? Fortnite gæðanir. Og hún takkar Ice Cold úr teikinu og hendur í story. Það var mjög fyndið. Það er alveg fyndið að hún þekki bara Fortnite gæðanir. Sem Fortnite gæðanir. Og svo voru vinkonurinn frá Akureyri og hún var eitthvað, veit ekkert hverju þetta er? Og vinkonurinn voru eitthvað, ha? Og það voru hún eitthvað, þetta er fólk frá Akureyri, það þekkir ekki Fortnite með. Algjör vitleysa, sko. Það er alveg fyndið, sko. En herrann Hettusmjör, hann var að spila okkur árshátíð helgina. Já. Og hann notaði livestream okkar sem skraut fyrir sjóið sitt. Já, það var fyndið. Mér var það geðveikt. Ég veit ekki hvort hann að vera með á sjóinu sko, hann settaði story, þegar hann kom í streamið okkar. Já. Það var með það livestream bakvið, skilur við, á skjánum. Það er svakalt, ég myndi að vera bara tónleikum með hann Hettusmjör. Það er bara livestream í gangi bakvið. Það væri fokki fyndið. Það væri geggjað, sko, þetta er áskorun. Það er Hettusmjör að nota þetta ekkert í alvörinni. Já, heldur að herra Hettusmjör hafa einhvern tíma fengið klamyndíu? Við um nokkra vini sem hafa gert það. Sem hafa fengið klamyndíu? Já. Sko, já, ok. Ég var að hugsa með klamyndíu. Já. Þú veist, það er, ok, segjum, þegar þú fær klamyndíu. Já. Ég er ekki að tala á reynslu. Nei. En þegar þú fær klamyndíu, þá þarftu að segja lækninum hverju þú hefur sofið hjá síðustu árið. Einmitt. Þú veist, hvað get ég bara, hverju hefur svo hjá? Já, maður sjá, það er Stefán Atli Rúnarsson, Gunnar Björn, það er Öddi Blöndal eða eitthvað. Já, bara Birgitta Haugdal. Bulla bara eitthvað fólk. Já, og gæti þeir bara, þú veist, myndi ég geta sagt þetta bara, og þau myndi fá öll bara símtal. Þetta er ógeðslega steikt, það var að gera eitthvað trekk. Það er tekið með svona, þú veist, second base eða, já. Það er Jón Jónsson og Frikki Dór. Það var náttúrulega viltu partíið með Frikka Dór hérna daginn, það gæti alveg verið hans. Kolbeinn og Daniel og Spreitsir og Klan. Já. Ég var að pæla sem daginn, þú veist, gæti maður satt bara hvaða nafn sem er. Þetta er mjög áhugaður pæling, sko. Já, ef ykkur er að hlusta sem að veit
Já, þú veist, sem bara veit til þess að þú veist, ég meina það get læknir ekkert bara, ég sé það á þér, þú ert ekki búin að láta herra Hnetusmjör hamraði eða eitthvað. já. Það er góð pæling, sko. Já, það er góð pæling, sko. Mér langar að tala um Eurovision, því ég held að það sé í kvöld. Og Já, hatara. nei, það er í kvöld. Ég sá á Instagram að það er í kvöld, sko. Það fyrir alltaf eftir hvernig að hlusta það, Já, en við alltaf erum að gera, þetta kemur út á Ég spái að hatari komist áfram. Aðalega út af því ég keypti hatara merch. Keyptirðu hatara merch? Ég keypti hatara merch. Hvað keyptirðu bara eitthvað ólar og Nei, ég keypti svona peysu. Svona hatara logo, svona langar með peysu. Já, en þú veist, já, æskuld hættu. Já. Það er líka flott merch, sko. Já, næs. Já, næ, sko. Og Ég veit ekki, þú veist, maður horfir alltaf á Eurovision, skilur, ég ég er big fan, sko. Já, þú ert mjög hrifin af Melody Festivalin. Já, sænska Eurovision, mér finnst það hella, sko. Hvaða lag var uppáldið á þeirri Melody Festivalin? Melody Ég held Festivalin. að hlusta þessu alveg sama og mér líka, sko. Er það svoleiðis? Já, Ok, Melody Festivalin. já. Ég er endar mjög hrifin af alltaf norskur Eurovision keppninni. Horfum mikið á hana. Sérstaklega þegar Hera Björk var að taka þátt. Var hún að taka þátt í norska? Já, Nei! jú. Já, mér rámar í þetta. 10 ár síðan. Þá var hún að syngja fyrir, bara eins og hún myndi fara út fyrir Noreg. Já. Þú veist, okkur fáum við ekki bara, þú veist, bara eitthvað, Við ringi bara, við leggjum í púk öll bara. Justin Bieber eitthvað. Já, Fáum alltaf að keppa fyrir Beyoncé er að fara að taka þátt. Það var í geggja. Finnst þér ekki að hljóma vel, eða? Jú, En vissu þið að Sprite Zero Clown og Sýra Bjössi fóru eins og í sleik? What? Manstu ekki eftir vídeóinu sem við vorum að sína okkur? Fóru þeir í sleik? Já, í vídeóinu. Það er rétt. Já, Sérst Alvar já, úr Sýra Bjössa, já. Og Kolbeinn Kolbeinn, og Sprite Zero Clown. Spæsjúsklaðan. Þeir fóru í sleik einu sinni. Þetta var Þetta er til á internetinu. gammal skólaverkefni. Voru þeir ekki Víðistaðskóla eða eitthvað? Jú, þið finnið þetta með því að skrifa Skrifa, já. árshátíð myndband Víðistaðarskóla svona 4 ár síðan. Já, eða vilja endilega svo Sýra Bjössa og Spæsjúsklaðan fyrir sleik. Já, það er gott sko. Líka, mér langar aðeins að ræða þessa Snapchat filtera. Okkur sem bara, Því að mér er svo gaman að handfjalla eitthvað hluti eins og þetta lama. ég held við vorum að tala um eitthvað annað, sko. En já, þessi barnafilterin á Snapchat og kvenkis og kallkins. Það er allir, þetta er hella dót. Mér finnst þetta svo magnað sko, af því að Ég skil ekki hvernig ég gerir þetta. Ég er að segja að gervigrindir eru framtíðin. Þú veist, þeir hljóta að vera bara með svona presets, bara sem að, þú veist, skiptir ekki máli hvernig þú ert, bara leið og, Ef þú ert kona þá verður með mjúkari skinn og ef þú ert kall fyrir harðari skinn og svona sítt hár og stutt hár og... Ég held að segja, það er þetta að gera þetta, sko. En þú veist, ég held svona no-joke að heimurinn, af því að svo mikið, þú veist, gerfugrindum og okkur dóti, heimurinn sé bara, gerfugrindu sé að fara að taka yfir heiminn, sko. Mér finnst alltaf, eins og síðasta podcasti, Já. þegar þetta fór alltaf bara svona í einhver átt, Já. svo bara, við erum að deyja, svo bara, Það er bara skemmtilegt, sko, að fara bara í bara hvað átt sem er með þetta, sko. já, ég er bara að tala með svo tækni, doomsday átt einhvern veginn. Já, það er sko mitt passion, sko, en þitt passion er kannski Mitt passion er, tónlist. já, og forhúðar þrengsl. Við erum marga vinum þannig. Herru, forhúðar þrengsl Það er er víst bara svakalegt, sko. ógísla algengt. Já, margir vinum Og það er no joke, 1 af hverjum 10 kallmennum á Íslandi er með of þrönga forhúð. Og við erum að vekja athygli á þessu í samstarfi við við læknastofnanir. Við erum búin að tala um marga Já, og það er í alveg bara fokki margir sem hafa lent í þessu. já, þetta er ekki nógu gott, sko. Því að þú veist, maður átt að segja á því, 1 af hverjum 10 er alveg mikið, sko. Ég myndi að setja í herbyggi með svona 20 manns. Það var bara 2. Þú gauðir, what the fuck, hvernig náður að reikna það svona stund? Nei, þú veist, ég er að hugsa, það er allavega, ég meina, þú veist, hvað er margir að horfa á þetta? 1000 manns að horfa á þetta? Já. Það er allavega 100 mann sem er að horfa á þetta. Þú veist, þetta er ógeðslega algengt, sko. Já, það er svona kannski eitthvað að horfa að hlusta sem veit ekki hvað forhúð er en þú veist, já. Já, það er fremst á tippinu er þess að skinn og ef það er of þröngt þá er hægt að fara í aðgerðir til að láta laga. Það er basically it, sko. Við vorum að pæla í þessum helgina, sko. Já, það var góð pæling, sko. Já, þetta er ekki pæling, þetta er bara facts. Þetta er mjög Þannig að ef þú áhugavert, ert með sko. of þrönga forhúð, ekki örvænta, það er örugglega einn vinnuðinn með það líka. Já. Mér langaði samt líka að tala um, sko, bara sjallan. Já, Það er alltaf að vera að tala um eitthvað að loka sjallanum. Svo fyrir svona 5 árum var eitthvað síðasta sjallaballið. já, Og allir mættu á það. Svo var ekkert verið að loka sjallanum. Hann var bara ennþá opinn.
Það er ótrúlegt. Mér finnst það frekar, og núna til dæmis vorum að tala um þetta helgina, þá vorum við að tala um að það ekki fara að loka Sjallanum til 2 ár, Já. að þeir eru að fara að byggja eitthvað hótel þarna. Mm. Ég bara hugsa, allt er kent Akureyrar, það var alltaf trillt stemming á Sjallanum, sko. Þannig að þeir sem eru að hlusta á Ó nei, þetta, lamaði dat. þeir sem eru að hlusta á þetta og hafi farið á Sjallan, hvað myndi besta Sjallabæði? Mér var skemmt þetta og Aka Extreme þegar Jói og Króli og fleiri voru að spila. Voru við þarna þegar Aka Extreme var? Já, fyrir ári síðan, þá fóru alltaf Akureyrar. Það var geggja sjó, sko. Það var mjög gott sjó, sko. Það er gott sjó, sko, við erum alltaf þreyttir, sko. Nei. Ég er nefnilega með svona, hann þú ringir í vin. Gunnar, Gunnar, er það að koma þess? hvað þú? Ég þarf í alveg að pissa, má ég pissa með? Já, gjör svo vel, fá það sæti Gunnar. Við erum bara að taka, Sælir. þetta er bara ætlum að rúlla. Mér langar að tala aðeins við falda myndal, Gunnar. Mér langar að tala falda myndal. Já. Hvað varstu gamall þegar þú byrjar að taka upp sketsa? Þetta er Gunnar sem... Við settum Gunnar er sestur í seti og mér Gunnar Björn Gunnarsson, betur kendur við miðjuna eða 8. Hann gerir falda myndal núna fyrir 8. Hvað hvernig byrjar áhuga á að gera sketsa og svona? Herðu, nei. Ég veit ekki, ég hef bara gert sketsa síðan ég mann eftir mér, sko. Ok. Bara 10 ára, sko, þess vegna. Ok, þannig að þú byrjar ungur að þessu. Já. Ok, og hvað meira eins en þetta? Hvað langar þig að tala um núna í þessu podcasti með Ingi er að pissa? Þú hefur svona, kannski 2 mínútur til að koma að einhvern skemmtilegum. Ég hef 2 mínútur. Ok. Bara sketsar Fortnite. Þú ert að keppa í World Cup. Ég er að gera það. Ég var að tala um World Cup í Fortnite. Já, ég getur gert það. Ég fór í brennsluna F957 og talaði við þá um World Cup í Fortnite og var að útskýra þetta aðeins fyrir þeim. En fyrir þá hlustendur sem að vita ekki hvað Fortnite eða World Cup er, hvað viltu segja við þá? Og ég útskýra það. Já, gerðu svo vel. Það er sérst bara heimsmeistarkeppnin í Fortnite sem er haldin af Epic Games. Það er 10 vikur með minni rétt. Það sem að fólk berst að komast til New York og spila fyrir $milljónir. Ert þú að fara að vinna þetta? Maður veit aldrei. Stándaði vel, sko. Ég var alltaf að sjá þig komast áfram, sko. Já. En málið með þetta podcast er að við erum svolítið að fara einu annað, sko. Þannig að beint úr Fortnite og skauta yfir í næsta viðfangsefni sem eru æskuld hættubeysunar akkurat. Já, fuck maður. Tölum svolítið um þær og líka þetta stúdíó sem við erum með. Þær eru exclusive. Það ekki? Jú. En hvað er Gísli samt? Gísli í miðunni, dá hann ekki niðurgangi? Já, Herðu, sástu það? hvað er að gerast þarna? Sástu fugglinn? Bara fugl? Nei, hann var bara alveg kjur. Ok. Kíkti bara inn gluggan. Kannski var þetta Gísli. Var þetta Gísli? Nei, hvað segir það? Æskuld hættubeysunar. Já. Eru þær... Þær eru bara, við erum að fara að setja afslátt okkur. Verðum við ekki að koma með einhverja juicy sögu? Einhverja juicy, jú, við þurfum juicy sögu. Hvað viljum við segja? Ég, þú veist, veit ekki hvað juicy, ég er búin að segja söguna frá því þegar við erum pósthúsbarnum og gellan var bara eitthvað Já, Þorsteinn, ég heyrði það, það, sko. En við erum með fullt af góðum sögum, sko. En þegar Ingi var illt í maganum út af pítsu. Já, það er mjög góð saga. Nei. Jú, og það er þannig að kúka á sig. Hann er örugglega að skeina núna. Hann bara kúkaði á sig. Ingi bókstaflega skeit á sig. Hann bara kúkaði í buxuna. Þannig kemur hann. Já. Þú taka við? Nei. Voru ekki að tala um neitt? Nei. Já, ertu ekki bara komin aftur með Gunnar heldur að það sé ekki fyndin að vera eitthvað fyndin hann að baka. En mér langar að segja söguna frá hvernig kynntist Gunnari. Það er bara alveg svolítið góð saga. Já. Það er svolítið góð saga. Gunnar, hvernig kynntistu þér? Já. Ég er í við það strax upp, sko. Hvernig Gunnar var sérst að segja hvernig Séra Bjössi var að spyrja hvernig kynntumst. Sko það var sérst þannig að ég var á Snapchat og Gísli og Gunnar voru í miðunni og Gísli svaraði stóriðin mun bara hvernig var að plugga betur linknum og svo sendi ég skilabóki. Þú tókst það örugglega eins og bara hvernig var að plugga linknum? Já, ég tók mjög illa. Hann er örugglega verið bara, tókst ég mjög illa? Nei, eða Þú varst að auðlýsa hversu haft er þetta? það hefði ekki neitt þér, sko. Hvað voru að koma þá? Gunnar ætlar að útskýra þess. Ok. Stefán sem sagt var að auðlýsa eitthvað bara, segjum bara
bara YouTube síðan ok og hann sagði bara endilega að tjekkja myndbandinu og það var engin link eða neitt sem maður, þú veist, hvernig áttum maður að finna það þannig að Gísli bara, það væri betra að henda link með Stefán var bara eitthvað, get trigger Gísli, hvað það gera og svo vissi ég að miðjan var að gera geggja hluti á Snapchat og Instagram og Facebook og eitthvað og ég sendi skilabóð bara, gaur, ég hef ekki að gera collab og Ingi var að segja litlu bræðar hans var alltaf að segja að miðjan var bara geggjuð og eitthvað Mér fannst ekki miðjan geggjuð líka Já, miðjan var Ekkert litlu bræðar minni, það var ég Já, ok, og þeir líka og Nei, bara ég Ok, Ég og þannig að ég sagði bara, gerum collab svo komu þeir til okkar í einhverju vloggi Nei, sko, finna sko, fyrsta skipti sem við hittumst þá voru bara að vlogga það var fyrsta skipti sem við tókum það var vloggið, skilur Já, bara þeir komu upp í stúdíó og við bara hæ smullum strax, það var svo gott chemistry á milli okkar Mér varst Gísli alltaf fokkin leiðileg það var svo vandræðilega Gísli, sko, hann er algjör kúkur, sko Við ætlum ekki Gunnar, þegar Gunnar kom Já, þá þorði hann aldrei að tala hann var alltaf bara eitthvað svona, sagði aldrei neitt já, ég man eftir og svo byrjaði hann alltaf svona, svo allt inn kom með eitthvað svona gett skrítið input bara eitthvað svona eitthvað, já, fáðu þið ykkur rjómabollu stundum eitthvað svona Já, Gunnar, þú voru að koma að verja þig Þú voru að koma að verja þig Ingi er að hrauni yfir hérna, ætlar ekki að koma að verja þig beinni útsendingu En við hefum eftir að lauma afsláttakóðanum á peysunum minn Fólk er komin á langt Miðjan Er það miðjan? Midjan Og þá færi afslátt Þannig að horfa eitthvað sexy á þeim sko. Panda Þannig að þeir sem eru að hlusta á þetta endilega horfa á þetta líka á YouTube Já, þannig að Kannski er eru að eitthvað hlusta á- mál að setja afsláttakóð inn eða? Nei, það er ekkert mál Þú getur sett bara allt í henni Já, Ok, þá bara M-I-D-J-A-N jú, og þessi afsláttur Midjan. gildir í 3 daga 3 daga Þannig að hann gildir frá 3 degi til föstudags Já. Og gaman að segja líka frá því Það voru alltaf að koma svo góða sögur sko, svo bara svona dattun úr mér sko. Veistu það komið góða sög? Fyrir eitthvað pyrrandi Ég hef aldrei heyrt þið segja góða sög Ok, ef að nefna nokkrar eða? Nei, Nei, ég vil ekki að nefna nokkar sko. ok, En ég var meina sög þetta ok Er hún góð sem ég eða? langa ókslega mikið að tala um Er hún góð eða? Ha? Er hún góð? Já, nú manni hvað ætla að tala um Ég sé fyrir mig eitthvað gæja er að hlusta á þetta podcast eða gælu og hún er svona, vinna sem kaffibarþjóð á hverju kaffihúsi hún er bara svona að laga kaffi og svona Og svo er hann bara svona Svo byrjar hann að laga kaffi Já. Svo er hann alltaf komin úr Haha, Hún er að klæða sig aðeins mér úr að því hún er að hlusta á podcastið. kaffibarþjóð Já. Nei, þú veist, ég er að Og segja svo er hann bara allt í neður bara ekki í neinu Ég er að segja, Og hún er bara það er fólk sem Og er það er fólk bara eitthvað svona Hvað er þessi kona að gera? Hún er Bara, að hlusta á Ég er að hlusta á æskuld podcastið Maður þeir úr fötunum Ég er að segja, það er, þú veist, það er sko máli með svona þessi podcast er að þú veist, það er einhver kaffibarþjóð að hlusta á þetta, þú veist, það er einhver maður að liftara og ég vil bara gefa stórt shoutout á mannliftaranum Það er alveg að kaffibarþjóðin gefa alltaf svo sjátt okkur atvinnugrein Já, Sjátt alltaf lögfræðinga að nóti sem er að hlusta það er einhver gæi, ég vinn í bókaldi núna ég ætla ekki að nefna nafni hans, hann vinnur í bókaldi hann er bara sveittur að skrifa eitthvað bókald fyrir eitthvað ónefnt fyrirtæki, Já. hann er vinur minn hann hlustar alltaf á þetta, sko. Já. Hann er bara sjátt á hann Þú mátt ekki sjátt þetta bara einhvern sem þú þekkir ok, svo þú veist ok, Oliver, ég ætla- hann hlustar á þetta podcast sjátt á hann Oliver maður, Já, Oliver Norkvist þú gerði þetta bara líka sjátt á viku síðan tónn já, mér skeggi hugmynd að það var bara sjátt á tónn skilur, við vorum að tala um þetta Já, heldur að fólk sé að hlusta þessu bara Já, vá, hvað ég til að Já, það er að sjátt þetta Oliver, já, ok, snilt, frábært Ég ætla að hlusta meira nei, af því að þá er ég svona, hvernig fyrir ég sjátt á þetta skilur Þú, nei, fólki sem er að hlusta já mér ég langar gæti hérna að gefa einum sjátt sem að vera að horfa á YouTube eða eitthvað já, gerum það, mér er svo sjúklega góð hugmynd. Segðu söguna af hérna Mér er svo fín Sjallanum var með hann hvaða sögur, það eru svo margar sögur já, ok, shit, ok, við erum á Sjallanum og sem sagt, svimar að spila og það er bara trillt stemming það eru svona boltar út um allt og það eru bara allir bara hoppandi og dansandi Ingi kemur upp á svið og hann spila meira með svima sem er bara, þú veist, fólki á Ég Akureyri elskar hvað vissi ekki, þú vissir ekki hvað sögu ég var að tala um já, fólki á Akureyri var bara, ok þetta svimalag meira er Það er bara fucking eitt fyndið. af besta sem við komum fyrir Akureyri sko. Já, nei, ég var meira að tala um hann að þú Gæinn sem glindur að finna sjátt Já, gæinn sem með sér og bjössa já, Hann hann að Pétur Afsaki já, það meina Pétur Já, Já. hann hann að Hann alltaf að þeir fóru og fengu kampæn til að þú spreyja svona yfir alla þegar við vorum að spila Dicks já, og allir gett peppar og eitthvað svona við Já. hefum þessa vídeo sem að sína örygglega staflokkið eitthvað já, og hann að nei það er svona build-up er í gangi allir kallar eru Dicks já og svo kemur svona bóm svona build-up fyrir Já. lokadroppi aha. nei hann bara
ákveður að bara spreyja áður að droppi kemur? Ég held að þetta sé mér að kenna því að hann var alltaf svona að horfa á mig og svona Varst þú að segja honum Nei, það? Var það ég þér að sagði- kenna? hann var alltaf- Ég vissi það. hann var alltaf að Þú spyrja veist mig. ekkert hvernig droppið er í þessu lagi. hann var alltaf að spyrja mig Ég bara vissi svona, það. eitthvað svona, Ég hugsaði það, eitthvað svona sko. hvenær fæ ég grænt ljós til að sprengja þetta og ég er svona að kinka kolli til hans Hann var- Varst þú bara, og þá var það bara eitthvað, já ok. Þannig að þetta er þér að kenna? ég tek skellin á mig, hljóðu kvættaðist út Já, það er fólk heyra hvað sem er ekkert. Pétur, Skiptir máli. Já, þú varst þarna, ok, þú vildir koma með til Akureyrar því langar að springa konfetti á sviðinu. það meðst er mjög gaman Já, bara allir að dansa og já, sketta. við ætlum að sprengja konfetti upp til hópa. Gæðið mikið pepp, loka dropp er að seinna koma. droppi, já Ég er eitthvað tilbúin, þú ert þannig hinum megin og svona, ok, þú veist, einum svona þannig að ekkert þessan upp til hópa og þá bara springum að leið og droppi kemur og ég er bara eitthvað, hella maður er eitthvað að hoppa, snými við og komin aftur upp á DJ-borðinu þá heyri allir kring, bakum, ég bara, what the hell já, ég er þá aðeins var seinna Stefán bara 10 mínútur setna. ég get líka reyðið upp Nixo atvik þegar við vorum á spott Já, í þá Kópavogi. náði ég ekki að gera já, var það er eitthvað- nákvæmlega sama Nei, jú, ég náði nei. því ekki Hver, ef þú getur Þú fengið hefur örugglega verið bara POV. eitthvað- nei, ég náði því horfa ekki okkur stelpur ég var tilbúin og ég náði því ekki ég var að fara að sprengja þetta Já, ok, og ég náði því ekki Mér finnst það mjög fyndið bara því að þetta var svo þetta var nákvæmlega eins. ég er svona, okkur virkar þetta ekki svo svona, held ég áfram að reyna Hvernig? Maður sjá þetta aftur okkur þannig. virkar þetta ekki Þú varst eitthvað Akkur virkar þetta ekki Nei, ég er að tala um konfetti já, konfetti virkar ekki sko Ekki? tók smá tíma fyrir konfetti en sko þetta sjálfaball ef að ræða það og bara pakka svimar að spila þarna og þú varst að finna einhvern gæja alltaf að gefa shoutout mástu? Já, Já. það var þarna Fríman já, shoutout á Fríman Fríman kommentaði og það var shoutout já, Akkur er þetta alltaf komin Er þetta bara að byrtast bara nýja hlutir hérna þetta er sett Ef að ræða þetta James Charles dót eða eitthvað já, þegar ég er búin að klára sjálfsöguna því að það var bara Þessi sjálfsögn endalaus, það var svo eða? mikið af fólki hérna það var bara geggjur stemming, fólk að spila góða tónlist og dansa og Var fólk að spila góð tónlist? þú varst að spila góða tónlist Já, ég ég skemmt mig vel og hérna Ef ykkur vantar hellan DJ og hella ball Kíkið á Instagram mitt, Ingi Bauer og sendi message og segi heyrðu, má ég fá Ingi Bauer til að spila ballinu já, ég get líka tekið vídeo af ballinu bara komið með sko þannig að Það er bara allt hægt það er allt hægt Og þarna, já, James Charles James Charles, það er einhver youtuber Sko, við vitum ekki það mikið um þetta mál Mér langast aðeins að riða þetta Herðu, við vorum að skoða Social Blade sem er svona, þú getur séð status á öllum svona YouTube og eitthvað já, Erum við keppnið hvað kemst niður já, Og þarna, hann er búin að missa Hvað var það mikið? 3 miljón subscribera það er svakalegt á bara 4 dögum eða? það er svakalegt Það er skellur Hvað, Af því að ég myndi að við séum bara æskvöldina já, við missum bara Og við bara 1000 subs. skítum á okkur út af einhverju missum bara 1000 subscribera Nei, og við missum bara 3000 subscriber allt í einu það er svakalegt Og þetta er ekkert á leiðinni niður Nei, þetta var ekkert á leiðinni, þú veist það var ekkert að hægast á þessu Hægist það, þetta er bara ennþá á leiðinni niður þetta er fárulegt sko Hann sérst skeit á sig af því að hann var eitthvað með einhverja, að láta einhverja gagkinniða menn reyna við þá Já, og líka var eitthvað alltaf að dissa vinkonu sína sem að hjálpa honum að komum sér á koma stað svo stað og eitthvað já, Þess að þú myndir bara drullið mig eða eitthvað eða þú myndir drullið mig ég ætla að kendi þér FL Studio aldrei gleyma, ég ætla að minnast á einhverju einasta fokki podcast Já, ég mútti alveg gera það sko já, þannig að líka með James Charles þetta er bara, þú veist, leið og fólk svona, já, ok, hann er að fara niður best að unsubban að því Já, hann lága niður, svona skilið sko já, ég held að Væntanlega. málið að þegar við lifum í svona umhverfi eins og internetinu og kapitalísku umhverfi þá hefur neytandinn alltaf rétt fyrir sér sko. Já. við veljum með áhorunum okkar ef þið horfið á okkur og við fáum fullt áhorum þá hlýtur það því að við sem ykkur gott efni ef þið hættu að horfa á okkur þá eru Þá greinlega erum skýtt við að skýta á okkur sko og ekki gera nóg gott efni og það er svona verið ekki að horfa, að hlusta Það er þannig að rétt ef þú ert að hlusta þetta í podcastafinu ætla að gefa þessu 5 stjörnur og subscribe Hvað ætlar að gera í sumar? ég veit það ekki, bara fullt á dóti sko. Ertu með eitthvað plan eða þú veist, ertu með eitthvað svona mér langar gett mikið að fara á Bíldudal á útiháttíð eða eitthvað Er eitthvað svona hver einst sumri sem þú ert bara svona ég verða mér finnst mjög gaman að fara í Nei, panda sumarbústa með Júlíu sko. Já, mér finnst það mjög gaman ég og Júlíu hefum reyndar að fara til Spánar svona 5 ári röð sko. farið ekkert svona mér langar að gett mikið útiháttíð eða eitthvað svona bara þú veist Ég sé fyrir mér útiháttíð bara svona að fara út á land og er kannski í tjaldi eða eitthvað með vininum og svo bara kíkja á tónleika og... ég er enda gisti einu sinni á stað sem var geggjaður ég held að heiti hérna já, það heitir hérna ekki kirkjubælagrustur en einhver stað þar hjá Hvað sagðir? kirkjubælagrustur Með þess að kirkjubælar og það var bara fullt af sól þarna
og gett skjól. Það var fullt af sól. Það var bara svona 18 gráður eða eitthvað og ég og mamma vorum þarna og fjölskyldana, þetta var bara geðveikt sól. Ég man eftir því sem úti á þessum barn. Okay, en ég var samt sko ekki að tala um fortíðin, ég var að tala um hvað ætla að gera í sumar. Já, framtíðin. Ég veit ekki. Ég kannski kíkja til LA, ég veit ekki, það er ekkert staðfest sko. Þannig að en enga svona útihátíðir sem langar að fara. Fiskidagur og Dalvík er alltaf classic. Já, ég var til að fara þangað. Gunnar, hefur aldrei farið á fiskidag? Hefur farið á fiskidag á Dalvík? Gunnar, var það gaman? Kottu Gunnar? Nei, var það gaman? Ég vil aldrei jamma þar. Hann er ekki jammaður, nei, ok. Einu sinni er alltaf fyrst. Já, ég meina ég Hann er svo lost á svipin, ég er alltaf góða. Manst þú eftir bestu útihátíðinni 2012? Já. Þeir vorum að taka myndir fyrir Óla. Besta útihátíðin var þessi hátíð sem var á Hellu. Já, við keyrðum þarna. Það var að fengi stóra artista þarna. Já, Úlfur var að spila þarna. Já, það var huge balkan. En fyrst við erum að tala svona útihátíðir, þá er alveg smáttlega ef að tala um Keflavík Músíkfestival. Já, það mun eftir því, eða? Keflavík Músíkfestival var annars svona, sem var í Keflavík. Það var risafestival. Veit það Ingi veit ekki neitt. Risafestival og það bara endaði þannig að það bara var eitthvað miskilningur og listamenn héldu að þeim myndi ekki fá borgað, þannig að það mætti engin listamæður hérna. Aha. Já, það var eitthvað svaka miskilningur og ég man alltaf við fórum. Já, við fórum. Það var fangin gaman. Ég var að taka vídeo og við sáum hérna Tiny Tempa. Ég var að ræða það að Tiny Tempa lækaði myndan sem við postaði hann á Instagram. Og hvað heitir hinn? Já, hérna Ruth Mental. Það var eitthvað annars, svona stór DJ. Nei, var það? Já. Ertu viss? Já. Þið verða nú er þetta copystræka. Nei. Jú. Það? Já, nú lendu þess að James Charles. Missum alla subscriberina, fáum copyright strike. En ég sko eru búin að vera down í þessu podcasti? Ég nefnilega held að podcast þurfi ekki að vera hopp í djöli öskrandi, maður getur alveg chill sko. Já, þetta er bara að vera get chill. Getur þú nefnt mér 5 uppáhalds podcastuðin, íslensk eða ensk? Ok, Æskóld podcasti. Ok. Æskóld podcasti. Ok. Æskóld. Ok. Á ég að nefna mín 5? Nei. Ok, ég skal ekki gera það. Þú veist, jú. Ok, ég fíla sko Joe Rogan podcastið bara því Elon Musk var í. Ég elska hvað þetta podcast, sorry, ég var aðeins að stoppa. Já. Ég held að svona, þú veist, það er ekki 2 vinir að kera ykkur staðar. Já. Og eitt bara svona, já, ég fíla þessi Stefán að tala, meira svona alvarlega hluti, svona Joe Rogan, já, hann er svona meira svona, svo er ég bara eitthvað að bulla. Það meikar ekkert sens. Jú, það er skemmtilegt, sko. Mér líður í alveg óþægilega þessi panda sko stara inn í sálina mína. Hún er bara... Er það að tala með 2 vinir að hlusta á þetta podcast? Já, eða eitt sem er að kera kannski bara eitthvað svona, fyrst gett gaman að lesa vísindablaðið og eitthvað svona. Já. Ég elskar hann Stefán, hann talar rökrætt af hluti sem hann fokast hens og Ingi, hann er bara að tala alltaf eitthvað bull. Ég held að krakkarnir fíli bullið þér sko. Já, það er skemmtilegt. Þannig að ég tek svona 10 til 18. Já, og fullorðna fólki fíla svona röksöndafælstunni í mér. 21. En sko, Joe Rogan podcastið, minnst að geða sko. Og ég er enda alveg hættur að hlusta en Views podcastið er ekki ekki. Svo er enda podcast sem verður að fá sjáta þarna. Það eru 50 hlutir. 50 things that made the modern economy. Gunnar það er að koma þess það er að taka mækina hans Stefán aðeins. Ok. Það er að taka Stefán úr sætinu og setja hans hliðina á mér og taka bara smá podcast með mér. Ok. Stefán misti spottið sitt. Hvað segirðu? Ég er góður en þú. Hvað voru þið að tala um á hann, bara ég var að kúka á eitthvað? Já, basically, ég var bara að reyna að finna eitthvað. Ok, ég langar að koma með svona smá. Hvað er stórasti skellur sem þú lendi í? Hvar? Bara í lífinu, bara. Þú varst að segja okkur frá skell á hann. Þú veist eitthvað sem svoleiðis skell. Vilja að segja frá því? Nei. Jú, gerðu það. Má ég segja frá því? Nei, bara eins og eitthvað vinur okkar hafi lendi í. Hvað? Svo sagði eitthvað blackbox. Nei. Jú. Veit ekki með það, sko. Já, ég veit okkur. Ég var að gleyma innihaldinu. Ok, þú lítur með einhvern skell svona eitthvað. Já, leið mér að hugsa. Já, þú er ekkert langan tíma því við erum að taka podcast, sko. Já. Það er ekki klift, sko. Skellur. Já, bara eitthvað svona, þú veist, þegar lendið ykkur geðveitt vandræðilega atvikið, það er bara, oh my god, fuck. Kottum með það. Nei. Jú, kottum með það. Þetta tengist þér. Mér?
Já, þau vorum inn á B5. Já, það var smá- hringt í burtu af DJ-borðinu. Nei, ekki það. Það var þetta mjög fyndið þegar Gunnar ég satt, við fórum á B5. Ok, máttu segja það, en hérna, ég er Já, að ok, ég skal ekki segja það. ég er að tala um, þú veist hvað það er að tala um þegar þú veist að öskra á gælur. Var ég að öskra á gælur? Við erum ekki að hafa þetta inni til að byrja með, sko. Hvað er það að tala Þú um? varst að öskra, þú varst að tilkynna hlut. Já. Ok, ég var alveg að segja það. Nei. Já, ok, ég var satt, við vorum á B5. Nei. Býtu, hættu. Og mér finnst alveg að fyndi að fokkast eitthvað í fólki og eitthvað. Og ég var alltaf að ljúga að öllum að Gunnar væri með klamydíu. Ég Þannig veit að segja ekki. að Gunnar hafi verið með, þú veist, með gældu. Mm. Þú byrjar að svitna. Nei. Og hann var Þetta er ekki að fara í. jú, hann var kannski að tala við gælu eða eitthvað. Og ég var alltaf að segja, veist að hann er með klamydíu. Og Gunnar bara, yngur að hætta þessu. Má þetta ekki rinni það? Líka annað, þegar þú ert kannski þurfum ekki staðar, þá kem ég alltaf upp að þú ert kannski að tala við eitthvað stelpu eða eitthvað. Það er venjulegt að tala við stelpur, það er ekkert að því. Já. Myndalegu maður, áttu ekki erfitt með það. Nei. Og við erum kannski, og Gunnar er eitthvað að tala við stelpu, og svo mæti ég, og ég bara, ég sé hann að tala við eitthvað stelpu. Þá kem ég alltaf að honum og ég eitthvað, heiðu Gunnar, við verðum að fá að koma, pabbi er að bíða fyrir utan. Þú verður alltaf svo pyrru, alltaf svona. Getum við sínt myndbandið þegar við erum á Amor á Akureyri og þú veist eitthvað syngja á mig? Nei, Í afhverju ekki? bara? Nú, er bara alltaf lagi að ég fái að skella. Ég vil fá þetta myndspæpið, klippið þú þetta? Nei, við þurfum að gleyma, Strákur, við þurfum að gleyma þegar Ingi var DJ á B5. Við erum að heyra söguna því. Já, hann var að tala um þess að þegar við glemdum að tala um þegar ég var DJ á B5. Ég var ekkert að DJ á B5. Við mættum á B5 og svo DJ Speill sér að við erum komið, ég segi eitthvað hæða hann bara, ég ætla að pissa hann, hann er að DJ eitthvað, já, ekkert mál fer eitthvað að náður að DJ Þá er ég á dansskólinu Já. og ég sé að þú ert að DJ. Ég var eitthvað, hvað er Ingi að gera? Herra, ég ætla upp, fer upp og er bara eitthvað að standa á hann og hann er bara svoleiðis í gýrnum og bara næ alltaf sambandi við hann. Svo kemur Egill á klostinu og hann er eitthvað, herri, hvað sagði hann þetta? kemur aftur upp að DJ Já, kemur aftur upp og er eitthvað svona, herra, ég get tekið við og þú varst ekkert að fara strax. Já. Þannig ég eitthvað svona, ég nenni ekki að fara, þú veist, nefnum þegar þú ferð. Já. Hann reitsaði eitthvað á mig. Ég man ekki alveg, hann var Ég man ekki hvað sagði ég man ekki hvað hann sagði eitthvað mjög fyndið. Hann var ekki ánæður ég væri þarna uppi, því ég þekki hann ekkert eitthvað mikið, en... Þannig að hann basically bara íttir í burtu Já, en svona, við skulum ekkert íkja söguna. Hann barði þig DJ Speill hatar Gunnar DJ Speill hatar Gunnar. DJ Speill hatar á ég allar segja þetta eitthvað oftar DJ Speill hatar Gunnar Þetta var jamsögustund með Gunnari og það var vikulegt Þú sér strax eftir ég hafi komið hingað hann er rist í hausum Það vil ekki taka við bara. Þú ert ekki að fara að hafa þetta inni Við erum að fara Þetta verður allt inni því miður sko. Þetta punktin yfir yfirna, þetta er búið að vera alveg yndislegar 34 mínútur af glæsilegu podcasti hérna. Já, við erum ekkert búnir Nei, við erum alls ekkert búnir. Mér langar að, ef við að fara í Fyrir pólitíkina, þess Gunnar er satt búin make America great again, ef við að fara í pólitíkina. Já, Eða þú veist, fyrir með pólitíkina ég er reyndar að veita ekkert pólitík, sko. Nei, ok. Nei, ég allt ekki að við þurfum ekkert að fara í pólitíkina. Já, ég ætla að fara sko ef hann ætla að fara í En pólitíkina sko, málið er að þegar ég og þú tökum roadtrip saman, Herðu, þá spjöllum við alltaf svo saman gaman. gaman saman Já, Ég er með skell, ok, ekkert skell ok, Marshmallow, já, það veit ekkert margir hver hann er nei, Þú getur fara á Wikipedia núna já. og það stendur bara nafnið hans Skellur. Það er mögnu staðrind. Ef það fyrir Marshmallow, þá kemur bara Marshmallow, also known as .com or eitthvað Aubrey eða eitthvað Já, fyrir þá sem ekki vita, það er Marshmallows tekið á þessu DJ Ef þú veist ekki hver Marshmallow er, þá er eitthvað að sko. Við vorum náttúrulega að tala um Þá Marshmallow ertu að þegar við hlusta vorum á á Exið Akureyri. sko. Við vorum Ef á þú ert að hlusta á Akureyri. Exið og hlusta á þetta podcast Þegar við vorum á Akureyri og vorum að Elska tala um, þá vorum við að tala um hérna hvað Marshmallow var að fá mikla tekjur fyrir gig. Já, Varstu? herðu, hann er að fá 18 milljónir fyrir gig Íslenskar, það Já. er svakalegt. Hann er að estimata Það, hálfu milljarði í gig á mánuði minna það er bara svona Pældi á bara hálfan miljard það er bara svona 2% af því sem þú ert að fá.
Þú ætla að fá 1.000.000 fyrir gig, Ingi. Já. Jú. Jú. Milljón fyrir gig. Jú. Milljón fyrir gig. 1.000.000 fyrir beat. Milljón fyrir beat. Eigum að fara aftur í Pólitíka? starfstjettinnar. Sjáttu þetta eitthvað starfstjett. Er það bara fyrsta sem fyrir hausuna þegar þú veist ekki hvað um að tala um? Nei, hvaða starfstjett er núti heldur ég að hlusta á þetta núna? Use code MIDJAN í discount code. Já, við erum loksins samt líka konum með... Þetta podcast er sponsað af Miðjunni. Já. Miðjan er afþreyingamiðl sem er ekki enda til. Já, það er eitthvað vefsíða sem heitir Miðjan sem er sko var til. Já, nei, við erum ekki sponsað það. Já, nei. Akkur klippur ekki... Suss, við erum að tala um... Ertu búin að gera gat og raskat á hann? Hvað er það að gera við greið kallinn? Já, þú sér það hérna, Gunnar heitur að hafa gert gat á þetta. En ég er alltaf að fara að poppa fullt af góðum hlutum í hausnum á mér. Þá fljúga þær út aftur. Ég var að fara að segja að við fengum creator code í Epic Games. Þannig að nú fáum við bara pening. Við höfum ekki segja hversu mikið pening. Það er trúnaðarmál milli okkar og Epic Games. Það er bara því að einhverju fór meira en aðrir. Frá hverjum seldum í hverstinn sem þú kaupir Weebucks inn í Item Store, notaðu kóðan ICE_COLD_PEYSA. Hræðilegt, sko. Hræðilegu kóði, sko. En mér finnst það bara mjög fýtt, sko. Mér finnst það mjög fýtt, sko. Já, mér finnst það mjög fýtt, sko. Þarna... Já, ég held, sko... Ég er bara svo þreyttur eftir þessa helgi, sko. Já. Var eitthvað meira sem gerast helgina? Við náttúrulega fórum í rektina á Akureyri og við ræða það er heitur pottur upp á þakinu í líkamsrættinu á Akureyri. Nú erum við byrjað að tala um bara eitthvað. Nei, það er mögnu staðreynd. Ég er að fara í rektina eftir, sko. Þannig að ég er bara Af hverju horfur á klukkuna en alltaf þegar þú segir eitthvað svona? Af því að ég er að fara í rektina bara... Það finna út hvað klukkan er. Já, ég er farin í rektina. Þú mátt bara klára þetta podcast. Sjáumst. Já. Þú klára þetta. Ég skal klára þetta podcast. Ég ætla að fara að segja núna sögur af Stefáni. Fyrsta sagan af Stefáni sem ég ætla að... Þú þorðir ekki að fara. Fyrsta sagan af mér, hvernig við kynntumst, við erum búin að segja hann svo oft. What? Ég er ekki að fara að tala það. Ó. Ég ætla að fara að segja eitthvað vandræðilega sögur af þér. Já, akkurat, vandrarlega sögur af mér. Já. Ég var til að taka svona podcast en við segjum bara vandræðilega sögur af hverju örum. Já, það getur verið mjög áhugavert. Já. Getur verið mjög áhugavert. Herru, ef við kannski bara láta podcastið enda hérna bara. Ekki bara spila eitthvað, okkur spila ekki bara tónlist eins og útastættir. Það er miklu auðveldara. Gekkja. Það er alltaf bara með, þú veist, tónlistin með. Hendi Dix, eða? Ég er bara að djóka, sko. Já, ég var, ok. Við reynum að hafa skemmtilega podcast næst. Já. Kannski, þú veist, það var alveg skemmtilegt podcast, skilur. Ég er bara að tala um eitthvað svona innihaldið, þú veist. Já, innihaldið var gott á köflum. Það var gott á köflum, sko. Já. Það var mjög gott á köflum, sko. Við fórum alveg... Þetta var mjög gott, sko. Kommentaði fyrir neðan ef þú hlustaður allt podcastið. Ætli fólk sé núna bara þegar að hlusta okkur núna. Þú veist, bara svona viewsin droppi bara að við erum bara eitthvað byrjar ekki að tala neitt. Ostin. En sæk, við ætlum að segja leyndamálsögu. Kommentaði ostaslaufa fyrir neðan ef þú ert að horfa á YouTube. Ostaslaufa? Já. Ég fíla það. Þú ert alltaf mikið ost eitthvað. Já, rjómabolla, ostaslaufa. Já, rjómabolla. Veit ekki margir, en þú ert kallað rjómabollan eða? Þú sagði líka síðast og Naflakus kommentaði líka, hann sagði, vá, Stefán er sem mikil rjómabolla. Þú ert, ef einhver matur eitthvað er þú, þá er það rjómabolla. Ertu að menna að því ég sætur utan og innan? Nei, að því þú ert í læginu eins og rjómabolla. Ég er að tjók. Ég sé á þér hvað það fór í alvörunni leiðilega illa í þér. Ég vænti, þú ert ekki kringlóttur, sko. Þú ert ekki kringlóttur, það sem væntalega er ég að grínast. Ég veit það, alltaf. Þú ert svona Perla. Þú ert eins og pera. Já. Ég stið heilbriða líka símynd, sko. Hvað, bara allt feitt vond, eða? Nei, bara, Hvað mennur, Það heilbriða? snúa út úr því sem ég er að segja, engi. Hatar feitt fólk? Ég er að segja, bara... Sumir er fat by choice, sko. Sumir er fat ekki Nei, by ég er að choice. segja, ef þú ert ánæður í einskinni, verður þá bara ánæður í einskinni. Ég hef alltaf sagt það. Já, en ekki ef það er feitt. Ég hef alltaf sagt að ef fólk er ánægt í sínu einskinni, þá er það ánægt. Þú veist, ef ég er ánæður með sem sviplega Gunnar hann bara, Hann er ekki nenni þessu. Nei. En, já, ég er bara mjög sáttur með þetta podcast. Já, ég byrja að tala stundum svona. Ok, ef Geturðu þú tekið verður impression? útvarsmaður, Já. talaði svona gett
dýfstu röddina svona eins og rúf eða eitthvað Rás 1 Nú verða sagðar fréttir með Gunnari Páli Jónssoni en helst í fréttum þetta. Ingi Bauer og Séra Bjössi sprengdu þakið af sjallanum síðastliðið laugardagskvöld. Talið að 20.000 manns hafi skemmt sér. Já, ég held að tala að 20.000 manns hafa látist 20.000 manns Paldi, það voru bara 20.000 manns í sjallanum sem skemmtu sér vel. 20.000 manns bara meira þjóðatí sko. Röðin náði allar leið á Glerártorg. Að ég segja mína Já. Já, komið sælublæsuð þeirra hlustaðin á Rás 1 Við erum með viðmælandur okkar hann Stefán Alla en hann sprengdi þakki á Eftir tilbúin í FM-röddina mína. Já Ok. Já, þú ert að hlusta af 957 Stefán Alli og Ingi Bauer með ykkur og við ætlum að smetla spikfeitum pizzakossum í opnin við ætlum að fara að gefa bíó með á Avengers og vitið þið hvað? Ahiromandi heyri hendan spoiler en ekki nóg með það við ætlum að henda henni í Dicks með Inga Bauer og Séra Bjössa Við finnast þú sagði sko við ætlum að henda hvað sem pizzakossum spikfeitum pizzakossum í opnin og setja vandilega ekki kassan í opnin hálfviti Já maður heyra þínu svo rætt Þú spoilaði bara í ærunni Geir það búið sko Það allir að spoila þessu ég sá þetta á Snapchat eitthvað spoil og veist, það 4 vikur sem myndi koma út sko, En þú veist, það samt að finna verið fólk sem ekki búin að sjá myndina, það gæti alveg haldið að það sem að grínast Já, kannski erum að grínast náttúrulega Thanos skrýðin restina Nei, Kóttum út af þetta Já, komið sæl og blessuð þeirra hlusta FM 957, þetta var lagið Dicks með Inga Bauer og Séra Bjössa en við ætlum að færa okkur yfir í þetta Þú veist, svo kemur lagið skilur Já og segjum núna Segjum maður út á sögu Já, blessur sæll Ég nefnilega, mér langar að taka svona útvarpsauglýsingar Ding Harðviðar parkett hjá okkur færðu gott parkett Gott næstu Ice Cold Hattupeysunar eru komnar í sölu Notaðu afsláttarkóðan miðjan Vilt þú fá jákvæða líkamsýmynd? Hlustaðu á Ice Cold podcast Hæ, ég heiti Stefán Ég hata feitt fólk Nei Hlustaðu á podcastið mitt Ég sagðist aldrei hata feitt fólk Þú sagðir það Fjölmiðlar að snúa orðum mínum gegn mér Ég sagði aldrei og svo kemur síðasta auglýsingin fyrir fréttin hún svona Sofasett við erum með góð sofasett þú getur hoppað í sófanum þú getur legið í sófanum og þú getur bíp í sófanum Pissa á sofan já sofasett.is Pældi ég hvað er nett að eiga bara sofasett Já. Þú gæti bara skitu og kúka því bara svona, Nei, skitu og kúka, skitu og pissa já, þetta með bara klósett í sófanum Þú segir maður, ég liggi bara í sófanum skilur bara fuck hvað ég þarf að pissa Nei, bara svona snúru og svona og svo bara mýi já og svo bara þú veist, svo bara svona, þetta er svona smá sogi svona skilur og svona og svo bara ég þarf að kúka og ég bara svona tóa einhver út eða eitthvað og það er bara fyrir neðan shit. Og svo er svona leiðsla sem það bara beint eitthvað Já, þetta er bara fyrir beint væntanlega opna ekki og það er bara 15 En hvað væri þetta að horfa á í sjónvarpinu? Og Ice Cold podcasti Já, ok, get Hérna, mér langar líka að segja Mér langar að hugsa núna þegar þeir vorst að segja þetta og fyrir að hugsa þú veist gæjan eða geluna sem þú veist að vinna við að þrífa klósett sem bara hlusta á Ice Cold podcasti og svo finnst þessi podcasti og verður svo leiðilt núna tröði puttur upp í koka og byrja bara að æli klósett sem nýpur að þrífa Við erum konið í alltaf mjög galsa sko. Nei, þú ert bara alltaf neitað gauð Hvað er það að segja? Við erum konið í skjáauglýsingar og svo erum að tala hérna og þú veist Hvað á eftir að finna upp í heiminum? Ég held að þú fyrir að hlusta á podcasti 50 things that made the modern economy fullt að góðum uppfinningum þar Já, ég veit að ég er að spyrja þig, það veit enginn Ok, ég sé fyrir mér Hvað er það sem á eftir að gerast? Þú veist, síminn kom Já Svo kom bara ekki neitt annað Yes, við erum að fara þangað Ég sé fyrir mér En við ætlum að tala um það bara eftir podcastið Þú ert ykkur verslunum Já, ég er ekki að tala um það sem er komið Ég er að tala um það sem er eftir Ég er að segja hvað er eftir að koma Þú ert í verslunum og það er spegill inn í mótunum kljónum Svo stendur upp í speilin og þú ert kannski bara nærbusunum og speilin projektar bara svona fötum á þig og svona svæpar bara svo getur þú sé föt sem þú átt líka og svæpar bara endalaust
og svo getur þú bara sett add to cart svo mætur þú borðið og það er bara búið að setja í póka og búið að borga fyrir fötin. En af hverju ekki bara á internetinu? Þú ert ekki með svona klefa heim með þér. Af hverju ertu að mæta í? Þú ert með svona klefa heim með þér. Þú er bara með myndaðir Já, sem þú tekur bara af þér á nærbúsunum, já. uploadurinni og svo bara velur þú föt, skilur Þannig að, já. og þú veist samt ekkert hvernig það er að vera í þeim, skilur Þetta er svona svo æskalt hættuböðsuna, við völdum premium quality. Já, mér finnst mikilvægt að fötin sem eru þægileg, skilur Shit maður, já. Þú ert ég búin að guppa upp mér, sko. Hvað var svona leiðilegt það? Nei, ég veit það ekki, þú veist. Drölla þingan Já, ég er náttúrulega hættur að drekka. Já, búin að edru í 2 mánuði, Keypti álfinn, já, svo. Já. Þú vildir ekki kaupa álfinn. Ja, þú vildir keyptir hann. Já, keyptir hann. Nei, ég keypti hann ekki. Já, ok. Ég stiði ekki alkoholista. Tjú. Veitum hvað ég bara mér líður eins og bara ef einhver myndi bara svona gæða trigger sem var að hlusta á okkur. Hann getur tekið svona 20 hluti úr þessu podcasti og bara, ég skal gera þetta. Já. En við erum svona að grínast, skilur. Einhver fréttamaður á DFF sem hatar okkur. Já, hann bara, nú ætla ég að eyðileggja Ice Cold. Hvað á ég að horfa hjá Já, best að hlusta á Best að hlusta á nýjasta podcastur podcast. þeir eru bara að bulla Ingi þetta konur, Stefán þetta feitt fólk. Ég hata ekki konur, ég elska konur. Já, ok. Þú fórst að segja að hataði feitt fólk. Ætla þú bara að búa til það eitthvað núna? Aha. Þú sagðir á hann og hataði feitt fólk. Ég sagði aldrei þetta. Ég er að því. Ef ég væri fréttamaður núna á DFF, Já, þá geti ég alveg verið bara svona, já, þú ert að í að því. sko, Stefán fjölmiðlar á Atli úr Ice Íslandi Cold, í að því að hann hataði feitt fólk í podcastinu sínu. Fjölmiðlar á Íslandi er ekki jafn slæmir eins og Wall Street Journal og Vox skakvart PewDiePie. PewDiePie Ef er við bara væri tekinn á PewDiePie, það væri lífi. fucked. PewDiePie er bara tekinn á lífi, sko. Hann gerir mistök, hann bast fyrirkefningar, það er alltaf tekið. Það var undirskriftasöfnun, taki PewDiePie á internetinu, rökin fyrir því voru svo heimskuleg. Akkur myndir Var einhver sem að skrifa undir það? Já, fullt af fólki. Af því að yfirskriftin var eitthvað bönnum hvít nasista á YouTube eða eitthvað svona. Og svo fyrir neðan stóð, tökum PewDiePie af, þannig að það var basically bara clickbait. Skilji. Herru, takk fyrir áhorið, Já, þetta var, eða hlustununa. eða bæði, Þú finnur okkur á Spotify, í podcast-appinu. podcast-appinu og YouTube. Þannig að subscribe. Væntanlega er þessi gæði að hlusta á einhverjum af þessum miðlum. Já, og við Bara svo vitið, þá er þetta á hinum miðlum líka. Úr kannski að keyra. kannski Instagram TV. Herru, já, ég sé fyrir mér manneskinu sem er að keyra í vinnuna og hlusta á þetta. Oh my god, ég fyllti bara brúsum minna vatni. Ég er ekki einu sem búin að hafa með sopa. Ég ætla að hafa með sopa á hann á hættum. Þið verður bara að bíða eftir því. Ég verð samt að fá að segja söguna um það hvernig ég gaf þér hennar bolla þegar þú varst í LA, áður en þú fórst til LA. Þú tókst það meira í LA, þú notaði það sem innblástu til þess að búa til upp til hópa og eitthvað. Nei, Þess að fyndi að tala um svona bolla sem fólk sér. það gerði ég ekki. Hlusta á þetta. Þetta er svona, ég fótur svo bara mynd af Inga og mér og 12.0 á hverju tropical eigi hérna. Já. Bara fyrir fólk sem er að hlusta. Töluðum síðast hvað þú hatar öll lögin minn á hann að koma út. Já, Já, ok. en tölum hvað ég elska að safna bollum. Nei, Nei. en við ætlum að enda þetta núna. Já, Af því að við erum ekki að fara að koma á þann stað þar sem að þú ert að fara að tala um bollan það næst. nei. Gunnar, Segja bless. podcastið er búið. Bye. Notið afslutakóðan miðjan. Fyrir afslátt aðeinskáld hættupössunum. Með ekki nota miðjan fyrir það? Jú, fæði kött eða? Nei. Hund. Gæti fengi mús? Þetta er hræðilega gott, sko. Hræðilega gott, sagði kallinn og sprengdi á sér rassinn. Klukkan er ekki svona orðin það margt að ættum að vera konur í galsa, sko.